Himinn og haf á milli minnihlutans og meirihlutans hérna á Alþingi, enda kristallast stjórnmálin í frumvarpi um fjárlög. Við skulum heyra brot úr fyrstu ræðunum. Fyrstur talar forsætisráðherra og hann segir að hér séu mikil framfara fjárlög að ræða. Það verið að hækka bætur til samræmis við launaþróun, þó að það gerist á öðrum tímapunkti heldur en launahækkanir. Þannig að það sem stjórnarandstaðan hefur haft fram að færa hér ekkert annað en ómerkileg brella. Það verið að reyna að slá ryki í augu fólks, reyna að gera menn óánægða með því að halda því fram að það sé verið að svíkja þá eitthvað. Og við erum með þá hérna á Alþingi og atkvæðagreiðsla stendur hér sem hæst og það nýbúið að fella allar tillögur minnihlutans, þar að segja að enn sem komið Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar. Þetta lengsta fjárlagaumræða enn sem komið hefur þessi maraþonumræða þá ekki verið til neins? Jú, hún hefur skilað þeim árangri að okkur hefur tekist að setja kastljósið á mikilvæg málefni, hagsmuni lífeyrisþega og þá ákvörðun ríkisstjórnarinnar að láta elli- og örorkulífeyrisþega sitja eftir í samanburði við almennt launafólk. Ríkisstjórnin hefur ekki viljað verða við eðlilegum óskum yfirstjórnar Landspítalans um nauðsynlegt fé og svo hefur hún hunsað þarfir Ríkisútvarpsins líka og fyrirheit sem menntamálaráðherra hefur gefið og stjórn Ríkisútvarpsins óskað eftir. Og við þurfum að stilla stjórnarmeirihlutanum upp gagnvart því að taka afstöðu til þessara mála og okkur hefur tekist það. Bjarni Benediktsson, ég veit þú varst að koma hérna hlaupandi úr ræðustóli. Hvernig svarar þú þessu? Hlustuð þið ekkert á minnihlutann? Já, það sem ánægjulegt í þessu fjárlaga ári sem framundan að umsvif á Íslandi að vaxa og tekjur ríkisins og geta okkar til að gera betur sömuleiðis. Í alla þessa málaflokka sem hér eru ræddir, sérstaklega heilbrigðismál og bætur almannatrygginga, erum við að setja meiri fjármuni. Við erum að stórauka. Þau halda fram öðru. Það bara einfaldlega þannig að lögum samkvæmt þá eiga bætur að fylgja almennri launaþróun og að sjálfsögðu verið að fylgja því, enda hækka bæturnar 9,7% 1. janúar sem einhver mesta hækkun sem að orðið hefur. Og varðandi Landspítalann og heilbrigðiskerfið þá verðum við að horfast í augu við það að á sama ári og við erum að gangi gegnum þetta mikla launahækkanir þá þrengir að svigrúmi til þess að bæta í grunnreksturinn og fjárfestingu.